Þá er það æfingar úr kafla 4.5 og það fjallar ræðartölur og fyrsta spurning hvað af eftirfarandi eru ræðartölur? Ræðtala er talað þessu formi hér, það sem A og B eru heiltölur, B má ekki vera 0. Þegar við framkvæmum deilinguna, þá fáum við tugabrot. Ræðartölur eru líka tugabrot. En ekki alveg hvernig sem þau eru það sem heitir endanleg tugabrot, eins og kannski 0,25, en líka lotubundin tugabrot, eins og 0,3 endalaust. Og kannski mætti alltaf segja bara að þetta séu öll lotubundin tugabrot vegna þess að getum sett hér 0 fyrir aftan. Og lítið svo á að sé hvert endilegt tugabrot sé tugabrot sem hefur lotuna 0. Skulum svara spurningunum. Hvað af eftirfarandi eru ræðartölur? Pi er óræð tala. Það er ekki það fyrsta. B, -1/70, það uppfyllir skilgreininguna og þetta er alveg það sama. 30 gráður, það er ekki tala. Og 6 kíló er heldur ekki tala, 6 er heiltala og er því ræðtala. Og svo erum við einfalda, skrifum þetta bara hérna fyrir aftan, byrjum á því að margfalda saman, 2 og 3 eru 6, pluss 5, þetta er 11. Hér 14 mínus 6 þriðju og við byrjum á samkvæmt forgangsröðun aðgerða, 6 þriðjur eru 2, þannig þetta eru 14 mínus 2 og 11 mínus 5 eru 6 og 6 á móti 2 eru 3. Þetta er 11, 5 frá, það er 6 og 6 deilt með 2 eru 3. Og síðan höfum við hérna nokkra spurningar reiknireglur. Það er koma fyrir alltaf endurtekið í stærðfræði þegar við útvíkum talnakerfin. Hvaða reikniregla á við hér? 2 + 5 er sama 5 + 2. Víxlregla, samrækningar. Á eitthvað hinu við? Nei, 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 nei. Næsta. Hvaða reikniregla kemur hér fram? X + y er sama y + x. Þetta er það sama á það. Hvaða reikniregla kemur hér fram? 5 × 2 er sama og 2 × 5. Og þetta er víxlregla, en ekki samrækningar úr margföldun. Og eitthvað hinu við? Nei. Og hvaða reikniregla kemur hér fram? xy er sama og ix. Þetta er margföldun tveggja stærða sem má margfalda saman. Og þetta er sama og áðan, víxlregla margföldunar. Og hvaða regla kemur hér fram? X + 0 er x. Þetta er ykkur fullyrðingu 0-lið. Nei, nei, nei. Nei, nei. 0 er samlagningar hlutleysan. Það á við. Svona. Hvað er meira? Hvaða reikniregla kemur hér fram? 1 × x er x. Þetta er fullyrðingin það að 1 er margföldunar hlutleysan. Og svo hérna með 10, innkalla prest og skulum skoða það hér. Dæmi snýst það að virða jafnaðarmerkið og við má skoða eftirfarandi jöfnur og athuga hvort þær haldi eða eru réttar og við má laga þær eða eru það ekki og byrja með vinstri hliðina og byrjum þá A. Vinstri hliðin er 3 + 2 í öðru, það eru 5 í öðru, það eru 25. Hægri hliðin er 9 + 4 er 13. Vinstri hlið er ekki sama hægri hlið, þannig að þetta er ekki rétt. Þá erum við að byrja með vinstri hliðina og reikna upp á svígum við á eða einfalda. Og þá byrjum við með hana 3 + 2 í öðru eru 5 í öðru, jafnt og 25. Þetta eru búin að laga þetta. Nú ef við margföldum upp á svígum, við getum sýnt það líka. 3 + 2 í öðru er náttúrulega alls ekki 3 í öðru + 2 í öðru, heldur 3
3 í öðru pluss 2 í öðru, jú, en síðan samkvæmt ferningsreglu sömu tvöfalt margfeldi liðana. Það er að segja 3 sinnum 2 og tvöfalt margfeldi þess. Þá fáum við 9 pluss 4 pluss 12. Og nú fáum við 25. Svona. B-liður. Vinstri hliðin er 1, hægri hliðin er -1. Og þá verðum við að laga hana líka. Þetta er ekki rétt. Í B-lið er vinstri hlið ekki sama á hægri hlið. Þá erum við að byrja með vinstri hliðina og skrifa bara útkomuna. Nú er komið jafna. Liður C. 2×3 eru 6. Það er vinstri hliðin og svo er 1 mínus. 2×3 eru 6 og svo er 1 mínus. Þetta er alltaf leið. Þannig að vinstri hlið er sama á hægri hlið. Það þýðir að jöfnuðarmerkið er í heiðri haft. Svo hérna, það er ekki bara að gera þetta hér. Hvað er það eina sem getur verið að hérna? Þetta er allt besta mál. Þetta er sérst rétt. Ef, setur svona stórt ef. X er ekki 0. Og hérna höfum við, notum við dreifireglu. Vinstri hliðin er 4x pluss 4 sinnum 1/4 sem er 1. Þetta passar. Og svona ekki það allt of langt. Jafnaðarmerkið er í heiðri haft. Hvað þá eftir? Það er F-liður. Skoðum hann hérna. Og setjum inn að tölu. Við prófum að setja inn 0. Ef x er 0 þá fáum við 3. Ef x er 0 þá fáum við 1. Þannig að vinstri hliðin er almennt ekki sama á hægri hlið. Og þá erum við að byrja með vinstri hliðina og gera þetta rétt. 3 sinnum x pluss 1. Við erum ekki bara núna að gera þetta á þennan hátt. Skrifa út nákvæmlega hvað þetta er. Þetta er náttúrulega x pluss 1 og svo aftur x pluss 1 og svo x pluss 1 og svo getum við fellt þessa svíga og talið x-in. Jú, þau eru 3 og ásatnir eru 3. Þannig nú er það rétt. Svona, dæmi 10, 11, algebra. Það getur verið að það er alltaf flókið. Leysið þess að jöfnu. X verður að vera mínustala. Skulum bara gera þetta hér. Það er jafngildi því að x er -1. Er það ekki? Við setjum -1 hér inn. 2 pluss -1 er 1. Svona. Og skulum leysa þessa svona eins og þetta var gert svona í gamla daga. Þetta hlutfall þarna 3x pluss 7 og deilt með 11 og voru 2. Það þýðir að teljarinn er tvöfalt stærri heldur en nefnarinn. Nú 3x pluss 7, já, fyrst það er 22, þá hlýtur 3x að vera 15. Ef 3x er 15, þá er x 5. Svona. Ekki bara að vinda okkur í valdareglurnar. Þetta er allt upptalið hér. Og reikna þetta bara beint. 3×3 eru 9 og 3×3 eru 9 og 1 mínus. Að gera þetta svona á þennan hátt. Þetta er sem sagt þetta er -3, kannski fallir að segja bara, þetta er -3 pluss -3 pluss -3 og þetta er þá -9 er ekki. A, B, C, D og þetta var fjallað í kaflanum og við erum að telja mínusuna og
ef fjöldi þeirra er sléttala þá fáum við plús. Þannig þetta er bara sama og þessar 3. Svona. Og svo erum við að beita veldareglum. 2 í 0. Hvaða tala sem vera skal nema hókslega 0 í 0. veldi er 1. 2 í 1. er 2. 2 í öðru er 2 sinnum 2 og 2 í 3. er 2 sinnum 4. Og 2 í 4. er 2 sinnum 8. Og 2 í 5. er 2 sinnum 16. Svona. Og áfram höldum við 3 í 0. er 1. 3 í 1. er 3. 3 í öðru er 9. 3 í 3. er 27. 3 í 4. er 3 sinnum 27. Og 3 í 5. er 3 sinnum 81. Það er 3. Þessu 8 er 24. Og mínus upp í veldi því deiling, þannig að við erum að skrifa þetta svona og einfalda í nefnara. Og hvað er þetta? Þetta er 2 í öðru, 3 sinnum. Og svo notum við veldareglur, þetta er þá 2 í veldinu. 2 pluss 2 pluss 2, þetta er 2 í 7. Og var það ekki komið? 64. Og út frá þessari reglu, við höfum náttúrulega hérna eru 3 sinnum 2. 3 sinnum 2, þess vegna með margvald inni og sé bara strax 2 í 7. Og við höfum 3 sinnum 3 sinnum 3 sinnum 3 deilt með 3 sinnum 3 og við sjáum að hér styttist nú út og við fáum 9. Það þýðir að við megum draga 2 frá 4 upp í veldi eða 3 í 4. veldi mínus 2. Það er 3 í öðru sem er 9. Nú, þetta getum við farið nokkrar leiðir. Við getum byrjað á þessu til dæmis að 8 er 2 og 4 í 3. veldi og fyrir neðan er 4 í 3. Og hér mjög þá segja 2 í 3 sinnum 4 í 3 deilt með 4 í 3. Og þá sjáum við erum með sömu stærð í teljarum nefnara, þetta er 8. Þetta er ein leið. Já. Nú gerum við eitthvað annað líka. Við mögum líka segja við höfum sama veldisvísi í teljarum nefnara, þá mögum við segja 8 á móti 4. Allt í 3. veldi. Og nú það sem er í sviganum er 2 í 3. og þetta gefur þetta sömu niðurstöðu 8. Svona. Nú a í öðru er a sinnum a og a í 3 er a sinnum a og við teljum þetta er a, þetta er a í 5. Sem sagt við að leggja veldisvísana saman. Þetta er a í veldinu 2 pluss 3 eða a í 5. Og eins og áðan þá getum við skrifað þetta sem b í 3 sinnum b í 3 sinnum b í 3. Eftir að gera þetta bara. Þetta er b í 3 sinnum b í 3 sem er b í veldinu 3 pluss 3 sem er b í 7. Og þetta bara kunnum við þessa reglu að margfalda inn í b í veldinu 3 sinnum 2 sem er b í 7. Og aftur þetta er x og öll x styttast út nema 1 þeirra. Sem sagt við megum einfallega að skrifa hérna höfum við 5 þætti upp á striki og svo styttast út 4, þannig að við endum bara með x.
svona. Og hérna hefur a í veldinu 2 mínus 3, byrjum bara á því. Og hérna hefur b í fyrsta, sinnum b í fjórða, það er b í veldinu 5. Eða, við getum líka að skrifa þetta svona, b í 15 á móti a. Það er ekki bara lengja, það er ekki þægilegt að sjá þannig. Setjum hér x í öðru og hér x í öðru. Og þá fáum við í teljaranum x í 5. X í veldinu 2 mínus 2. Þannig þetta verður x í 5 deilt með x í 0 og x í 0 er 1. Þetta er x í 5. Fíndir. Hvað er þá stutta leiðin samkvæmt valdareglunum? Það er hreinlega að skrifa x í 3 sinnum x í veldinu mínus, að því að þetta er deilitala, mínus 2. X í veldinu 3 sinnum x í veldinu 2 sem er x í veldinu 5. Svona. Og svo er stingin. Ef x er mínus 2 þá er við einfalda. Og þá er bara svara hvað er mínus 2 sinnum mínus 2, það er í mínusuna, það eru 2 og þá fá við bara x í öðru. X áttur að 2, já. Þannig þetta eru 4. X áttur að mínus 2. Og mínus 2 í öðru sem er 4. Nú þetta er þá sama svari hér í b-liðinu. Þetta er x í 3 og hvað er x-ið? X er mínus 2 í 3 og nú getum við að skrifa þetta sem mínus 1 sinnum 2 í 3 og þá má ég skrifa mínus 1 í 3 sinnum 2 í 3. Mínusinu mínus er mínus, þannig þetta er mínus 8. A, B, C, það er 1 enn. Já, þetta er sama og ég sé þið. X er 3, við höfum að einfalda x, þetta er alltaf x í öðru og 3 í öðru er 9. Og þetta er þá sama svar. X er 3 í 3 er 27. Þetta er líka 27. Og nú á eitthvað að reyna að snúa á okkur. Í dæmi 9 tilgreini hvort útkoman mínus 3 í 13. veldi sinnum mínus 4 í 5. veldi sinnum 2 er strangt í ákvæð eða strangt neikvæð. Það má ég ekki bara gera þetta hér lausn á 9. Teljum mínusana. Þetta eru 13 mínusar. Þannig við fáum mínus og hérna erum við með 5 mínusa. Þannig heildarfjöldi mínusa er 18. Það er jákvæð tala. Þannig ekki með plústala út úr þessu. Og svo er hérna tvistur. Þá skulum við setja dæmið upp á mínus 3 í 13. sinnum mínus 4 í 5. sinnum 2 er sama og mínus 1 í 13. sinnum 3 í 13. sinnum mínus 1 í 5. sinnum 4 í 5. sinnum 2 og hérna höfum við sama veldistofn. Þá séum við mínus 1 í veldinu 13 pluss 5 sinnum 3 í 13. veldi sinnum 2. Þannig við fáum hérna mínus 1 í 18. veldi sinnum 3 í 13. veldi sinnum 2. Og ef við ekki að nota smábrellu, mínus 1 í veldinu 2 sinnum 9 sinnum 3 í 13. sinnum 2. Þetta er mínus 1 í öðru, allt saman í 9. sinnum 3 í 13. sinnum 2 og mínus 1 í öðru veldi er mínus 1 sinnum mínus 1 sem er 1 í 9. sinnum 3 í 13. sinnum 2 og 1 í 9. er 1 sinnum 3 í
Hvað var 5? 4, já, bennið þið 3 í 13 og síðan 2 og hérna þarf ég að bæta stað við 4 í 5, 4 í 5, 4 í 5, sinnum 4 í 5, 4 í 5, sinnum 4 í 5. Þetta er bara stærri 0, strangt stærri 0. Hún er strangt jákvæð. Og já, ég var að segja það. Jæja, gefið er að setja heiltala, segið hvort að -7 í fjórðaveldi sinnum x er strangt jákvæð eða strangt neikvæð. Gerum þetta hér, -7 í fjórða sinnum x þetta er bara saman 7 í fjórða sinnum x. Við vitum ekki hvort hann er strangt jákvæð eða strangt neikvæð. Ef x er til dæmis neikvæð, þá er þetta alls saman neikvæð. Ef x er 5, þá er þetta strangt jákvæð. Ef x er 0, þá er þetta 0. Þetta er svona bleikt hér. Þessu er ekki hægt að svara því við vitum ekki formerki á x. Við vitum ekki hvort x er með mínus eða plús formerki eða 0. Svona hugmyndin með þessu er nú ekki kannski að hafa þetta áferðafallegt heldur en ná smá samtali. Svona.